Þá koma næsta lið á dagskrá, það starfsáætlun og stefnuræða nefnda 2019 og það formaður býð velkomin formann skipulagsráðs, Tryggva Má Ingvarsson, í pontu til þess að fara yfir starfsáætlun skipulagsviðs. Skipulagsráðs ætla ég að Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Síðastliðið starfsár skipulagsráðs hefur verið viðburðaríkt og einkennst af stórum verkefnum, eins og til dæmis endurskoðun og aðalskipulag Akureyrar sem við kláruðum síðastliðið vor. En síðastliðið starfsár hefur líka einkennst af miklum breytingum í starfsmannahaldi skipulagsviðs. Ég ætla að nefna hérna nokkrar. Á síðasta ári tók nýtt skipulagsráðs og skipulagsviðs. Síðasta ári tók nýtt skipulagsráð til starfa í kjölfar kosninga. Skipulagsráð nú skipað undirrituðum Tryggva Má Ingvarssyni sem formaður, Helga Snæbjarnarsyni varaformanni, Ólínu Freysteinsdóttur, Arnfríði Kjartansdóttur og Þórhalli Jónssyni. Áheyrnarfulltrúi fulltrúi Helgi Sveinbjörn Jóhannesson. Svipað leyti og nýtt skipulagsráð tók til starfa lét Dr. Bjarki Jóhannesson af störfum sem sviðsstjóri skipulagsviðs. Hann hafði jafnframt gegnt hvoru tveggja starfi skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa. Þetta var ein staða. En í hans stað var Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfræðingur ráðinn í stöðu sviðsstjóra og skipulagsfulltrúa en Leifur Kristján Þorsteinsson ráðinn sem byggingafulltrúi. Á síðasta ári hefur við á skipulagsviði einnig ráðið nýja manneskjur í stöðu verkefnisstjóri skipulagsmála og í starf lóðarskrárritara. Það því ljóst að starfsmannabreytingar hafa verið miklar og hefum svo sem ekki alveg nýtt ráð en það helmingurinn af ráðunni sem nýr. Og eins skipulagsviðið með nánast nýtt fólk í öllum stöðum. Þetta hefur komið niður á framvindu verkefna, skipulagsverkefna, þar sem nýtt fólk hefur verið að setja sig inn í málin. Á árinu 2018 voru haldnir 27 fundir í skipulagsráði, þar sem 689 mál voru tekin til umfjöllunar. Hefðbundinn fundur skipulagsráðs bókaður í 3 klukkustundir, mjög sjaldan náum við að klára hann á 3 klukkustundum. En ef við reiknum með þeim tíma, þá þetta það bil 7 mínútna umfjöllun að meðaltali hvert mál, sem varla telst mikið. Við lok síðasta árs var svo bæjarmálasamþykkt Akureyrar endurskoðuð, sem mun hafa töluverð áhrif á ferli skipulagsmála á nýju ári. Þar vald skipulagsráðs til loka ákvörðunar aukið, þannig að málum mun fækka sem fara fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. Og þetta raun held ég fyrsti fundurinn þar sem þessi nýja samþykkt hefur tekið gildi. Og þá vel við hæfi að taka skipulagsmál inn. En með nýri bæjarmálasamþykkt þá skipulagsráði heimilt að afgreiða án staðfestingar til bæjarstjórnar mál og verksvæðisnefndarinnar ef lög eðli máls mæla ekkert sérstaklega gegn því, ef þau varða ekki fjárhag sveitarfélagsins umfram það sem kveðið á í starfs- og fjárhagsáætlun og ef þau víkja ekki frá stefnu bæjarstjórnar í veigamiklum málum. Þetta þýðir að óverulega breytingar og deiliskipulag og grenndarkynningar byggingamála fara ekki lengur fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. En hvert annars leiðarljós og hlutverk skipulagsráðs og skipulagsviðs í núgildandi starfsáætlun sem við samþykktum í hausti 2018 segir leiðarljós okkar. Leiðarljós okkar að vinna að hagsmunum bæjarbúa með vandar og faglegri vinnu, nota byggingaeftirlit sem neytendavernd til að tryggja gæði bygginga, skapa fjölbreytt og vandað búsetuumhverfi, leggja áherslu á sérkenni bæjarins með vandari hönnun og varðveislu hvers konar menningarminja, byggja á viðmiðum umhverfisverndar, verndun vistkerfa og sjálfbærni, stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja varðveislu náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu eða óhóflegt álag á vistkerfi í sveitarfélaginu. En fremur viljum við vinna því að bæta starfsumhverfi til að auka veljan starfsfólks á skipulagsviði. Hlutverk skipulagsráðs og skipulagsviðs að sjá skipulags- og byggingamál Akureyrarbæjar til samræmis við ákvæði laga og reglugerða, aðalskipulag Akureyrar og aðra stefnu bæjarins, til dæmis stefnur svo húsnæðisáætlun og umhverfis- og samgöngustefnu. Ennfremur það okkar að sjá úthlutun og skráningu lóða
og fastegna, sjá landupplýsingakerfi Akureyrarbæjar, umferðar og umhverfismál og margt fleira. En hver staða byggingar og skipulagsmála í bænum í dag? Það verður að segjast að það ekki margar lóðir auglýstar í dag lausar til úthlutunar. Og þá sérstaklega hvað varðar raðhús og fjölbýli. Hins vegar mikið af íbúðarhúsnæði í byggingu. Að minnstakosti 417 íbúðir voru í byggingu á árinu 2018, þar voru 166 teknar í notkun, samkvæmt bráðabirgðatölum frá byggingafulltrúa, en þið eigið von á byggingarskýrslu nú fljótlega í febrúar sem fer nánar ofan í þetta. Þetta þýðir að 251 íbúð nú í byggingu og væntanleg þessu ári eða því næsta. Eins eru stór svæði að koma til úthlutunar á næstu misserum sem mun stórlega auka framboð íbúðalóða svo munar. Í aðalskipulagi Akureyrar sem tók gildi í maí 2018 viðmiðunarspá fyrir nýtt íbúðarhúsnæði á skipulagstímabilinu, það til ársins 2030, 195 eignir á ári. Samkvæmt því þurfum við að gera ráð fyrir byggingu 585 íbúða á næstu 3 árum. Og hvernig ætlum við að fara að því? Í Hagahverfi, sem hefur verið í byggingu síðastliðnum árum, á enn eftir að úthluta 56 lóðum, auk þess sem ekki hefur verið gefið út byggingarleyfi á 10 lóðum sem búið að úthluta. Samtals á því eftir að hefja framkvæmdir á 66 lóðum í Hagahverfi með samtals 451 íbúð. Svo einnig tilbúið deiliskipulag fyrir íbúðuppbyggingu við Skarðshlíð og Melgerðisás. Þar nú verið að vinna mæliblöðum fyrir nýja lóður svo mögulegt verið að úthluta þeim fljótlega. Fjöldi íbúða í því deiliskipulagi á bilinu 56 til 70 og það ræðist að hönnun, útfærslu, hvor fjöldin verður fyrir valinu. Til viðbótar við ofangreint svæði 10 einbýlishúsalóðir lausar til úthlutunar, þar lóðir við Jaðarsíðu, Lönguhlíð, Sómótún og Tónatröð. Flestar þessara lóða hafa verið lausar í nokkuð tíma en ekki farið út. Ástæða þess má líklega skýra með því að þær eru flestar erfiðar, það djúpt niður á fast eða þær þykja brattar. Saman tekið að þá til lóðir þar sem byggja má alltaf 531 íbúð. Og miðað við forsendu aðalskipulag sem íbúðaþörf og hvað nú þegar í byggingu, þá ætti að vera til lóðir til reiðu til annað uppbyggingu þörf hér á Akureyri að minnstakosti næstu 3 árin ef ekki lengur. En hafa bara í huga að vinnsla deiliskipulags og hönnun í íbúðahverfa tekur langan tíma. Reynsla síðustu ára segir okkur að það taki okkur það bil 2 ár að taka deiliskipulag frá upphaf til enda og þá eftir að gera götur og lóðir byggingarhæðar. Það því ekki eftir neina bíða að huga byggingarlandi næstu ára. Ég ætla nú að fara yfir þau íbúðasvæði þar sem skipulag í vinnslu og munu koma til framkvæmdar á næstu árum. Og ég ætla að byrja á Holtahverfi. Frá árinu 2017 hefur verið unnið að deiliskipulagi Holtahverfis, svæðis sem í aðalskipulagi merkt sem IB17 og IB18. Stærsti hlutur íbúðasvæðisins austan Krossannesbrautar en þó eru nokkrar lóðir sunnan við núverandi íbúðahverfi austan við Bónus. Deiliskipulagið hefur ekki verið samþykkt en samkvæmt fyrirliggjandi tillögu gert ráð fyrir 304 íbúðum og 4 svæðum, auk stóra lóðar fyrir atvinnuhúsnæði nyrst í hverfinu við Hlíðarbraut. Drög að deiliskipulaginu voru kynnt í skipulagsráði í september 2018, auk þess sem tillagan var send til umsagnar umhverfis- og mannvirkjasviðs. Staða málsins nú að verkfræðistofan Efla hefur fengið tillöguna til yfirferðar þar sem rýna á skipulagið með tilliti til umferðarmála og einnig til að kostnaðarmeta skipulagið, en auk þess hefur skipulagsráð fengið sendar athugasemdir frá skipulagssviði og umhverfis- og mannvirkjasviði sem eftir á að vinna úr og svara í samráði við hönnuð skipulagsins. Við ráðgerum að ljúka þessari skipulagsvinnu á þessu ári. Næst skulum við ræða gerð rammaskipulags fyrir íbúðasvæði sem í aðalskipulagi merkt sem IB23. Skiptir svæði í tvennt, annars vegar 28,5 hektara svæði vestan Borgarbrautar sem hefur fengið vinnuheitið Kollugerðishagi
og svo 22 hektara svæði norðan við Síðubraut sem við höfum kallað Grænhól. Í aðalskipulaginu miðað við 26 íbúðir á hektara sem felur í sig að svæðið Kollagerðishagi geta verið 750 íbúðir og við Grænhól 570 íbúðir eða samtals 1340 íbúðir. Jarðvegsdýpt á svæðinu var könnuð nú nýlega með kópuramælingum og gefa niðurstöður þeirra til kynna að svæði vestan Borgarbrautar, þar Kollagerðishagi, töluvert hentugri til uppbyggingar. Hafa þar í huga í þessum fyrstu mælingum var borað dreift til að ná yfir stórt svæði og gert ráð fyrir að þétta netið síðar til að fá nákvæmari niðurstöðu. En þær niðurstöður sem liggja fyrir þó nokkuð skýrar hvað varðar mun á milli svæðanna tveggja. Án þess að það hafi verið tekin inn ákvörðun þá líklegt að í ljósi aðstæðna verði lögð áhersla á Kollagerðishaga þar sem auðvelt að tengja uppbyggingu þar við að tengja hverfið við samgönguaðar. Þar tiltölulega stutt í skóla sem geta tekið fleiri börnum, auk þess sem eins og áður sagður eru jarðvegsaðstæður nokkuð góðar. Hins vegar teljum við líklegt að svæði Grænhól og hann sitja eftir eða við förum ekki þar alveg strax og mögulega tökum við landnotkun svæðisins til endurskoðunar með tillit til mikillar jarðvegsdýptar. Og þá væri til dæmis hægt að þróa svæðið sem einhvers konar áframhald af athafnasvæðinu við Sjafnargötu með áherslu á landfreka starfsemi eins og bílasölur eða annað sambærilegt. Það ráðgert að halda áfram með rammaskipulag hverfisins á árinu 2020 þar sem að við höfum bara þurft að forgangsraða í þá veru og höfum ekki fjármagn nema einhverja aðra aðstæður breytast til þess frekari vinnu á þessu ári. Til viðbótar við ofangreint svæði eru hugmyndir uppbyggingu íbúða á nokkrum þéttingarsvæðum en flestum þeirra vinna við gerð deiliskipulags komið stutt á veg og ég ætla að nefna hérna nokkur. Fyrst að nefna þróunarsvæði á milli Hjaltargötu og Laufásgötu. Skipulagsráð hefur samþykkt að hefja undirbúning að gerð deiliskipulags fyrir íbúðar og athafnasvæði sunnan Gránafellsgötu í samhengi við rammaskipulag Oddeyrarr. Í þessu rammaskipulagi kemur fram að gert ráð fyrir mikilli endurnýjun byggingu á svæðinu og gerð krafa íbúðir á efri hæðum í nýju byggingum á reitnum og í deiliskipulag hönnun bygginga skuli taka mið af nálægð við atvinnusvæði þannig að íbúðabyggðin hafi ekki för með sér íþykjandi kvaðir eða kröfur á atvinnustarfsemi. Gert í rammaskipulaginu ráð fyrir blandaðri byggð og að nýja byggingar verði almennt 3-4 hæðir og að fjöldi íbúa geti verið 100 talsins. En þetta eru viðmiðunartölur. Þá eftir að fara í skipulagsvinnuna núna og þá kannski hreyfist þetta eitthvað til. Vinna við gerð deiliskipulags þessa svæðis nefnilega ekki farin á stað. En við gerum ráð fyrir að hefja þá vinnu á næstu vikum. Gerum að ráð fyrir að skipulagsvinna geti orðið nokkuð flókið og jafnvel tímafrek vegna fjölda hagsmuna á svæðinu. Næsta svæði Naust 3. Það 2 hektara svæði sem gerir ráð fyrir alltaf 40 íbúðum í einbýlis- og raðhúsum, skilgreint í aðalskipulagi. Á þessu svæði í dag í gildi deiliskipulag fyrir safnasvæði, það vinnu- og geymsluaðstöð fyrir minjasafnið á Akureyri. Svæðið á mestu óbyggt, en þó minjasafnið með geymsluaðstöð nyrst á svæðinu. Vinna við endurskoðun þessa deiliskipulags ekki hafin, en það áhugi að fara inn á þetta svæði frá uppbyggingaraðilum. En eins og staðan núna höfum við ekki fjármagn til þess að fara í þessa vinnu á þessu ári en þetta eitt af þeim málum sem við erum með tilbúin ef tækifæri gefst til. Næsta svæði svæði fyrir ofan Glerártorg. Þar í aðalskipulagi skilgreint 0,9 hektara íbúðalóð eða íbúðasvæði fyrir alltaf 50 íbúðir í fjölbýlishúsum. Vinna við gerð deiliskipulags svæðisins ekki hafin en eigendur lóðunar eru áhugasamir uppbyggingu og hafa hönnur og verkefnastjóri lóðar hafa fundað með sviðsstjóra skipulagssviðs og kynnt fyrstu drög að mögulegur uppbyggingu. Samkvæmt þeim gert ráð fyrir litlum íbúðum í 2 eða 3, 5-7 hæða fjölbýlishúsum. En ég tek fram hér að málið komið stutt á veg og enn á hugmyndastigi og eftir að fá alla umfjöllun í skipulagsráði. Svo það Hvannavallareitur.
Vinna við gerð deiliskipulags Hvannavallareits hófst árið 2016 en fór í bið við lok árs 2017 vegna aðstæðna hjá fyrirtæki á svæðinu. Það var í festir sem var að renna saman við annað fyrirtæki og einnig maður rétt og við framhaldi óskuður eftir því að við myndum stoppa skipulagsvinnu á svæðinu. Samkvæmt aðalskipulaginu er gert ráð fyrir blandaðri byggð með 60 íbúðum á efri hæðum í nýbyggingu og almennt skulu þær vera 1 til 4 hæðir. Nýlega var óskað eftir að taka málið upp og ef engar stórvægilega breytingar verða gerðar á þeirri tillögu sem var til umfjöllunar milli 2016 og 2017 og ef samþykki lóðarhafa liggur fyrir, þá sé ég ekki vegi fyrir því að það skipulag geti haldið áfram á þessu ári. Ef hins vegar mikla breytingar eiga sér stað á þessu skipulagi, þá mun það væntanlega fara yfir á næsta ár eða eitthvað annað komið til. Loks eru ótaldar lóðir í miðbænum við Horsbót og Skipagötu, þar sem gert ráð fyrir 60 til 100 íbúðum á efri hæðum húsa samkvæmt gildandi deiliskipulag miðbæjarins. Forsenda uppbyggingar á þessu lóðum að glerárgata verið færð eins og gert ráð fyrir gildandi deiliskipulagi eða þá að gerð verið breyting á deiliskipulag miðbæjarins. Þá þyrfti einnig að skoða hvort ekki þurfi samhliða að útbúa ný bílastæði á miðbæjarsvæðinu, til dæmis við byggingu bílastæðahús. Þetta mál hefur komið áður til umfjöllunar mörgum sinnum og býður þess svolítið að við setjum fút í það. En eins og staðan í dag að þá höfum við ekki bolmagn til þess að fara í endurskoðun miðbæjarskipulags sem mikla vinnu, en við munum frekar vilja nota tímann til þess að skerpa framtíðarsýn hvert við ætlum að fara með miðbæinn á þessu starfsári. Aðeins atvinnusvæði. Það eru 13 athafnalóðir lausar til úthlutunar á Akureyri. Þær eru við Sjafnargötu, Goðanes og Baldursnes og til viðbótar í deiliskipulagi 10 athafnalóðir við Tísnes. Lóðir við Tísnes hafa ekki verið auglýstar til úthlutunar en það ætti að vera hægt með nokkuð stuttum fyrirvara. Þá er unnið að endurskoðun skipulags lóða í Krossaneshaga við Sjafnanes. Gert ráð fyrir að breyta landnotkun í aðalskipulagi úr athafnasvæði í iðnaðarsvæði, auk þess að breyta legu vegar innan svæðisins sem og afmörkun lóða. Gert ráð fyrir að þessari vinnu geti lokið endanlega vorið 2019 og að úthluta mætti lóðum strax haustið. Ekki búið ákveða nákvæmlega fjölda og afmörkun lóða þessu svæði, en þar geta þó verið á bilinu 10-16, allt eftir því hvað starfsemi er fyrirhuguð á lóðunum. Og hérna kemur svolítið að vanda okkur í skipulagi þegar kemur á atvinnulóðum að það er erfitt að sjá fyrir hvernig lóður við þurfum að setja á, að bjóða fram. Því að mjög oft þurfum að klæðskera lóður að atvinnustarfsemi og það er rauninni atvinnufyrirtækin að koma til okkar og við hjálpum þeim og þjónustum eins og framöl og við getum að leysa þeirra óskir. Loks ætla ég að ræða hérna 10 verkefni sem eru á starfsáætlun skipulagsráðs. Byrja hér á deiliskipulagi Tryggvabrautar. Unnið að gerð deiliskipulags Tryggvabrautar í samvinnu við Vegagerðina og nær skipulagi til Tryggvabrautar og athafnasvæðisins norðan hennar auk gatnamóta við Glerárgötu. Markmið skipulagsvinnunnar er að móta og ákveða gerð umferðarmannvirkja og nær umhverfis með sérstaka áherslu á öryggi gangandi og hjólandi. Þetta skipulag hefur áhrif langt út fyrir afmörkun sína. Það hefur auðvitað áhrif á skipulag Hvannavallareits og aðgengi að honum. Það hefur áhrif á skipulag Holtahverfis, þar sem við höfum hugmyndir að færa umferð úr íbúðahverfi og yfir á þjóðveginn. Það er því mikilvægt að vel takist til. Verklok á þessu skipulagi, þessu mikilvæga skipulagi, er áætluð þessu ári og er skipulagið unnið í samvinnu Vegagerðarinnar og Akureyrarbæjar og er kostnaðarskipting jöfn á milli þessara aðila sem er vel. Síðan er deiliskipulagsbreyting Rangavellir. Það er verið að vinna breytingu í deiliskipulagi iðnaðarlóða við Rangavelli í kjölfar beiðni lóðarhafa númer 4 þar Í stað þess að heimila lóðarhafa leggja fram breytingu taldi skipulagsráð að það væri mikilvægt að sveitarfélagið markaði stefnuna þar
því nálað við íbúðabyggð Giljakverfis mikil. Varðar vinnan aðalega útfærsla á skilmálum, það sem markmið okkar vinnu er að skýra markmið núverandi skipulags. Að þar verði fyrst og fremst hreinlátur iðnaður sem samræmist núverandi starfsemi á svæðinu. Það hefur ekki ríkt sátt feril málsins og mikið gengi á samfélagsmiðlum og í persónulegum samtölum við bæjarfulltrúa og okkur sem sitjum í skipulagsráði. Það er hins vegar mikilvægt að við leyfum skipulagsferlinu að hafa sinn gang, hafa sína stjórnsýslulegu framvindu. Skipulagsráð er ennþá við þessar upplýsingum og athugasemdum og hefur ekki lagt fram neina tillögu að breyttu skipulagi enn sem komið er. Ef veruleg breyting verður á skilmálum skipulagsins, þá fer sú tillaga til bæjarstjórnar til staðfestingar eins og reglur gera ráð fyrir. Við viljum ljúka þessari skipulagsgerð, þessari endurskoðun sem fyrst. En það eru alls konar þættir. Við höfum lagt fram svona ákveðna tillögu, þess við leita eftir athugasemdum við hverfisráð og þau fyrirtæki sem eru á svæðinu. Og við erum búin að fá athugasemd frá svona flestum aðilum. Landsnet sem er með mikla starfsemi á svæðinu hefur óskað eftir frekari bið tíma til þess að gera ítarlegri athugasemd. En eins og ég sagði áðan, við viljum flýta þessari endurskoðun sem fyrst því að við finnum það alveg að fólk er ekki rótt með að hafa þetta einhvern veginn í lausu lofti. Næsta mál er stígaskipulag á Akureyrar. Þar erum við að vinna stefnumörkun og stígakerfi á Akureyrar sem felur í sér breytingu á aðalskipulagi og heildaráætlun stígakerfi þar sem gerður verið grein fyrir nánari útfærslum hvernig uppbyggingu stíga, hvort sem er reiðstíga, hjólastíga, göngustíga eigi að vera háttað. Er áætlun þannig hugsuð að hún verði til hliðsjónar fyrir alla framkvæmdir og skipulagsvinnu í framtíðinni. Þetta verkefni er meðal annars skilgreint í umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar. Eins er mikill samhljómur með þessu verkefni og innleiðingu barnasáttmála. Við fengum kynningu í skipulagsráði innleiðingu barnasáttmálans á síðasta fundi og það var meðal þess rætt að í rýnuhóp vinnu ungmenna á Akureyri, minnir árið 2018, hafi komið fram að þau vilja minnka á notkun á einkabílnum og fegra bæinn þannig að fólk nýti sér hjóla- og göngustíga meira. Þetta skipulag verður að mestu unnið í ár. Næsta verkefni sem ég vil ræða er rannsóknarverkefni mannfjölda þróun. Verkefnið er unnið af doktor Bjarka Jóhannesinni, fyrrverandi sviðsstjóra skipulagssviðs, sem sjálfstætt framhald af aðalskipulagsvinnunni. Markmiðið þessa verkefnis er að fá áreiðanlegri mannfjöldaspá. Hvernig aldursskipt íbúðaþróun tengist eftirspurn eftir húsnæði og hvort eða hvernig atvinnuþróun á Akureyri tengist því. Hæg mannfjöldaþróun hefur undanfarin ár verið í aldursflokkum 0–50 ára en mun hraðari þróun í eldri aldurshópum. Þetta hefur áhrif á eftirspurn eftir húsnæði og einn af þeim þáttir sem hafa áhrif á fólksflutninga til Akureyrar er samsetning vinnumarkaðarins. Markmið rannsóknar er að finna samspil þessara þátta og hvernig bæjaryfirvöld geta brugðist við því. Bjarki er að klára skýrsluna til birtingar og ætti því að vera von á henni á allra næstu vikum. Næsta verkefni er Heilbrigðisstofnun Norðurlands staðarvalsgreining. Þar hefur við í samráði við Heilbrigðisstofnun Norðurlands hafið vinnu að skoða svæði til að byggja upp 2 alltaf 1500 fermetra heilsugæslustöðvar. Við höfum haft nokkra vinnufundi og við höfum ráðið ráðgjafa til þess að vinna staðarvalsgreiningu og verkefnið er í fullum gangi og verklok áætla sér fyrst en ekkert svo sem að annað að frétta af því verkinu svo stöddu. Næsta verkefni er uppbygging íbúða á grundvelli stofnstyrkjaframlags óhagnaðardrifinna fasteignafélaga. Breyting varð á úthlutunarreglum á síðasta ári sem gerir skipulagsráð kleift að setja úthlutunar sem þessar í forgang. Fyrir liggur viljayfirlýsing búfestis og Akureyrarbæjar frá því í byrjun árs 2018 sem felst í að finna hentug svæði til uppbyggingar alltaf 125 íbúða á tímabilinu 2018 til 2022. Og ég vísi orð mín áðan að það tekur oft 2 ár að deiluskipuleggja hverfi. Þá þurfum við heldur betur að hefjast handa ef við ætlum að ná þessu markmiði. Og það komið í vinnslu og það er samtala milli bæjarins og búfestis. Eins fekk Bjarg á síðasta ári vilyrði fyrir uppbyggingu 75 íbúða og þeir komnir að staði í hönnun með kringum 30 íbúðir og er það vel. Uppbygging í miðbæ Akureyrar. Nú þegar framkvæmdir við Austurbrú eru komnar langt á veg, hillir í að við skoðum uppbyggingu miðbæsvæðis Akureyrar á nýjan leik.
Í gildi deiluskipulag sem gerir ráð fyrir tilfærslu Glerárgötu til austurs og án þeirra tilfærslu ekki mögulegt að hefja uppbyggingu samkvæmt skipulagi. Ég er farin að endurtaka mig. Já. En það ekki. Eins hefur uppbygging bílastæðahús og samgöngumista verið mikið umræðni sem forsenda frekari þróunar. Í gildandi starfsáætlun takmarkað fjármagn sett í endurskoðun miðbæjarskipulags en tíminn frekar notaður að skerpa pólitíska sýn hvert við viljum fara. Var þetta ekki orðrétt svo áðan? Ég held það. Herðu, næsta stefnumörkun gististaði og íbúðasvæðum, áfangi 2. Nýlega þá samþykktu við óverulega breytingu aðalskipulag sem heimilaði endurnýjun rekstrarleyfa gistiheimila sem voru innan íbúðasvæði aðalskipulagi. Þetta allt mikið af tækniorðum í þessari setningu en þetta gerir þeim gistiheimilum sem þegar voru í rekstri og runnu út með rekstrarleyfi heimil til þess að fá nýtt endurnýjað rekstrarleyfi og halda áfram starfsemi. Næsta skref í þessari stefnumörkun að skoða hvort að opna eigi með skilyrðum fyrir útgáfu nýrra rekstrarleyfa á ákveðnum íbúðasvæðum svo sem í nágrenni miðbæjarins. En það hafa verið margar óskir í þeim efnum og mikið spurt inn á skipulagssviði. Kannað var hvort mögulegt var að fá utanaðkomandi hönnuð af verkefni en tilboðið sem við fengum hljóði upp á fjórðung þess peningar fjármagn sem við höfðum til vinnslu skipulagsáætlana. Þannig að það var snúað þeirri leið og ætlunin nú að skipulagssvið og skipulagsráð vinni sameiginlega tillögu sem vonandi verður komið fram á vormánuðum. Þetta mikilvægt mál, en hér reynum við að vinna svolítið með það sem við höfum í höndunum og þau efni sem við höfum. Deiliskipulag Grímseyjar næsta mál. Við gerðum ráð fyrir að vinna við deiliskipulag Grímseyjar myndi klárast á árinu 2019. Hins vegar, vegna breyttra forgangsröðunar og þrýstings frá öðru verkinum, munu verklok flytjast til ársins 2020. Það ekkert deiliskipulag í gildi í eyjunni og lóðamál í ólestri þar, einhverju leyti, en við erum að veita fjármagn núna til þess að hefja skipulagsvinnuna en verklokin færist yfir á næsta ár. Deiliskipulag íbúðasvæðis og Oddeyri. Við fórum á síðasta ári af stað með húsakönnun og allir Oddeyrinni og með það markmiði að deiliskipulagi alla Oddeyrinna í samræmi við rammaskipulag sem við samþykktum á síðasta kjörtímabili. Ráðgert var að hefja vinnu við deiliskipulag húsakönnun svona vinst nokkuð veginn samhliða og við ætlum að hefja vinnu við deiliskipulag í beinu framhaldi að því að húsakönnunin kláraðist en vegna breyttra forgangsröðunar þá mun það verk líka flytjast til ársins 2020 nema eitthvað annað komið til. Ég læt nú yfirhalningu á verkefni skipulagsárs á starfsáætlun 2019 lokið. Næsti liður hjá mér áskoranir í skipulagsmálum og á síðustu árum hef ég tekið til 1 eða 2 atriði sem ég finn svona áhugavert að horfa á og fókusa í þessari ræðu minni og þessu sinni það rafvæðing bílaflotans. Hún hafin og nú þegar yfir 500 bílar af 6.000 skráðum bílum á Akureyri stungið í samband. Ef við gerum ráð fyrir línulegri þróun, líkt og hefur verið síðustu misseri, þá tvöfaldast þessi tala á hverju ári, þannig að eftir 4 ár verður fjórðungur allra bíla rafknúin. Ljóst að árið 2030 verða nýskráningar fólksbíla sem ganga eingöngu fyrir bensín-dísil bannar samkvæmt stefnumörkun stjórnvalda. Þetta þýðir með öðrum orðum og opinberlega búið að gefa út stefnu að allir eiga skipti fyrir umhverfisvænni bifreiðatækni á næstu 11 árum. Þá varla boðlegt að innviðir bæjarins verði ekki tilbúnir fyrir innleiðingu sem opinberlega hefur verið skilgreind. Akureyri hefur skilgreint sig sem samfélagi fararbroddi umhverfismálum, það þýðir að bæjarinn skapar umhverfi og ferla þannig að íbúar geti hindrunarlaust tekið upp vistvænni lífstíl. Bæjarinn hefur til dæmis söfnunar- og úrvinnslukerfi tilbúið fyrir lífrænan úrgang og steikingarolíu, svo hver einn íbúi getur tekið upp umhverfisvænni úrgangsflokkun með auðveldum hætti. Sama verður að gilda fyrir orkuskipti í samgöngum, það sem íbúar mega ekki lenda í of miklum innviða hindrunum þegar skipta á yfir í umhverfisvænni bíla. Akureyrarbær verður að hafa svör og einhverja áætlun hvernig mæta í hraðri rafvæðingu bifreiða á svæðinu. Og þetta eitthvað sem við þurfum svo sem að bretta upp ermana með. Því hvað gerist nú ef þó svo að kannski að fjölgun rafbíla sé línulega þá getur þess að koma í tísku í einu hverfi. Þannig að öll fjölgun rafbíla og Akureyri verður bara í gerðahverfi. Og hvað gerist ef þeir stinga allir í samband?
á sama tíma. Samkvæmt upplýsingum og mínum upplýsingum þá væri það eitthvað sem núverandi innviði bjóð ekki upp á. Eins verður hægt í framtíðin að hlaða bílana sína á álagstímum raforku eins og milli 5 og 7 á kvöldin. Hvernig ætlum við að framkvæma innviði? Hvernig ætlum við að tengja rafbíla við eldri fjölbýlishús þar sem innviðir eru ekki til staðar? Og svo eitt sem ég var svona áhugavert að það er fullt af heimilum inn á Akureyri þar sem hafa bara engin skilgreind bílastæði. Og hvernig ætlum við að bjóða þessum heimilum på rafhleðslu í framtíðinni? Við þurfum mögulega að finna leiðir, svæði til að sinna þessum þörfum. Og þetta er verkefni, eitthvað áskorun sem býður okkur í skipulagsvinnu næsta árið og næstu árin. Og það er brýnt að við fáum svör við þessum spurningum sem ég spurði og förum að leita svara við þeim. En svo loka orðum. Líkt og í öðrum málaflokkum í rekstri sveitarfélags eru takmarkaðir fjármunir úr að spila til skipulagsmála og ekki hægt að framkvæma allt sem hugurinn leitar í. Í ofanálag hefur verið töluverður niðurskurður í málaflokkinum þar sem framlag til vinnslu deilu og aðskipulags hefur lækkað 1/3 á milli ára. Úr 28 milljónum í 19. Undanfarið hefur umræða á sér stað í skipulagsráði hvernig við eigum að stilla upp komandi ári með tillit til fjárhagsáætlunar og forgangsröðun verkefna. Við getum ekki verið allstaðar og með alla bolta á lofti og þá leitað okkur spurningar hvað er að ráða í forgangsröðun. Eigum við að hafa fast land undir fótum og forgangsraða fjármunum þannig að lóðaframboð til næsta ára sé tryggt með sem auðveldustum og öruggustum hætti. Eða eigum við að setja áherslu á að efla samkeppnishæfni sveitarfélagsins með uppbyggingu miðsvæðis með tilheyrandi óvissu framkvæmdarleika og sátt niðurstöðu. Eins og sakir standa eigum við erfitt með að gera hvoru tveggja en við erum að gera okkar besta og erum lausnamiðuð í þeim leiðum sem við leitum. Til að mynda höfum við verið að skoða möguleika að skera niður kostnað sveitarfélagsins við hönnun nýbyggingarsvæða með útdeila heilu reitunum til þróunaraðila sem svo myndu bera kostnað af skipulagi þeirra, auðvitað í samráði við skipulagsyfirvöld, en skipulag verður það ekki unnið á okkur heldur af þróunaraðilum sjálfum. Þetta getur komið sér vel við þróunaraðila eins og búfesti eða stærri verktaka. Það myndi hraða uppbyggingu og lækka kostnað sveitarfélagsins við skipulagsgerð. En ókostin eru líka einhverjir og mótrök eru þau að þá sé hætta ákvörðunartaka fari frá sveitarfélaginu og samhengi við aðra áætlanir sveitarfélagsins tapist. Ef eitthvað lærdóm má draga af þeirri starfsáætlun sem nú er lögð fram, þá telur hún upp of mörg verkefni með fjármagn til málaflokksins, sem að einhver leyti skapast af því að verkefnalistinn er samþykktur áður en fjármagnin lá fyrir og eins að við erfum mörg mál frá fyrra starfsári sem raunar nánast tæma fjármagn þess árs. Bara verkefni sem við hófum, byrjum á árið 2018 og við ljúkum ekki fyrir þessu ári, þau eru bara það mikil að fjármögnin til málaflokksins rétt nær til þeirra. Eins eru lítið slaki á áætlunni til þess að hægt sé að bregðast við þegar ný aðkallandi mál og verkefni bætast við sem þarna skjótra umfjöllunar. Gott dæmi það er umferðaröryggismál í kringum Glerárskóla og Bogann sem hafa verið umræðinu undanfarið. Til framtíðar tel ég betur sé að skipta starfsáætlun skipulagsráðs upp í fjórðunga eða minni einingar og að verkefni ársins raðist innan þeirra tímabila. En þó þannig eitthvað slaki sé innan hvers tímabils. Það myndi skapa meiri sveigjanleika í áætlunargerð skipulagsráðs og þá verður hægt að taka ný verkefni að forgangsraða reglulega upp á nýtt. Annmarkinn af þessari hugmynd er hins vegar sá að þá liggur ekki eins ljóst fyrir upp á árs hverju verkefni skipulagsráðs munu nákvæmlega vera á komandi starfsári. En þetta er eitthvað sem við þurfum bara að skoða. Ég ætla að láta hérna staðanumið. Mér langar að þakka sérstaklega starfsfólki skipulagssviðs fyrir samvinnu á síðasta ári og ykkur bæjarfulltrúum þetta líka. Og sérlega langar mig að þakka Pétur Inga, sviðsstjóra skipulagssviðs og Leif Þorsteini, byggingafulltrúa, fyrir afar gott samstarf. Þegar án þeirra án góðra samvinnu þá væri verkefni mitt nánast ótækt. Ef eitthvað er enn óljóst eða hafi eitthvað frekari spurningar á stöðu skipulagsmála, þá verð ég til taks í umræðunum hér og eftir. Takk fyrir mig. Já,
Takk fyrir þetta. Við þökkum Tryggva Má Ingvarsyni fyrir þessa fínu yfirferð og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Má ekki örugglega koma fjórusunum. Nei. Þetta nú mitt hjartans mál að fjalla skipulagsmál. Ég byrjaði að þakka Tryggva fyrir góða skýrslu. Það sem að kannski ég hjó eftir þarna að það eru þessar takmarka fjármagn, ekki hægt að gera allt sem við viljum, ekki bæði þetta græja lóðir og hefja uppbyggingu í miðbænum. Þetta er svolítið vont ástand á sama tíma og við skiljum ekki að íbúum fækkar. Við þurfum nefnilega að byggja upp til þess að hafa nóg á lóðum og geta að skaffa verktökum sem eru stórhuga lóðir til þess að ráðast í stærri verkefni. Og mjög gott einmitt að heyra þetta með að láta þá jafnvel taka þátt í deiliskipulagi á stærri svæðum og koma þannig að þeim kostnaði sem að því lýst. Það sem að var þarna er það sem að mér svona datt fyrst í huga, það er þetta deiliskipulagi íbúðasvæðis Oddeyrar sem er frestað til 2020. Ég er búin að tala fyrir því að Oddeyrin sé ákveðið tækifæri í að byggja upp og þannig er fullt af húsum sem að mega hverfa og má gjarnan taka til. Þetta er ekki mjög fallegt svæði, sérstaklega séð frá skemmtiferðaskipunum sem að koma hérna í Hrönnu og fjölgar alltaf og þarna þyrftu við raunverulega að flýta uppbyggingu, tel ég, og væri mjög gaman að sjá að við myndum ekki fresta svona verkefni. Eins þetta þróunarsvæði við Hjalteyrargötu og Laufásgötu, að deiliskipulagsvinnan þar, að það þarf að hefja hana. Þú veist, þetta er eins og ég segi í skýrslunni, þetta er tímafrek vinna og við höfum ekki tíma til þess að bíða. Það er ekki hægt að hafa þetta svona, þetta er óboðlegt. Við verðum að gera eitthvað og byrja bara strax og Guðmundur, við höfum bara að fá meiri pening. Það sem að ég hjó eftir náttúrulega líka að það er ekki gert ráð fyrir að fara í endurskoðun á miðbæjarskipulagi á þessu ári. Færslan á Glerárgötunni er eitthvað mál sem verður bara að fara að ræða hérna fullri álfur og taka ákvörðunum svo að sé hægt að fara að vinna þetta, því að ég hef nú talað fyrir því að nætusölulóðin hérna, að hún sé raunverulega klár hérna í Hósbótinni, að megi bara rífa hennar skúr og útluta þeirri lóð og hefja þannig þessa uppbyggingu og ég veit mér sér til þess að það eru áhugasamir aðilar sem vilja byrja að byggja þarna. Eins sem við BSO-reitin að ég tel að samkvæmt skipulagi þá þurfi ekki mikið að gera til þess að koma því í ferli. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera til þess að flýta fyrir þessari vinnu að ég tel. Hvað ég segi ykkur meira? Undanfarin ár hafa bæjarvöld svolítið verið sofandi svona á verðinu, finnst mér, gagnvart því að kaupa upp það sem hefur búist í sölu, hús og jarðir og lóðir og annað. Vandræðast með svæðið þarna í kringum Laufásgötu og koma niður einhverjir samgöngumiðstöð og eitthvað svona. En mér finnst að við verðum eiginlega að fara að taka og móta einhverja stefnu í þessum málum, þannig að við séum vakandi fyrir því sem að býðst. Ég á sínum tíma fór í viðtalstíma við bæjarfulltrúa til þess að vekja athygli á því að Bránshús væri til sölu og það ætti að víkja. Það var að þakka fyrir ábendinguna, en það var ekki gert neitt meira. Í dag sitjum við uppi með það að þetta gjörsamlega breytir öllu, það er búið að gera þetta hús og það er því þar alveg ekki að fara eftir því skipulagi sem samþykkt var. Þetta eru svona klaufaleg mistök út af einhverjum 15-20 milljónum, eitthvað sem að í stóra samhenginu skiptir ekki svo miklu máli. Þannig að við sjálfstæðismenn erum með bókun sem okkur langar að leggja fram til þess að gera kannski úrbætur í þessum efnum og við leggjum við fram hérna bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins leggja til að komi verða á skilvirku ferli á skipulagssviði bæjarins sem vaktar allar eignir í bænum sem að koma í sölu. Markmiðið er að bærin kaup upp eignir sem talið er að mikilvægt að eignast með tilliti til skipulagsbreytinga sem að þjóna framtíðarhagsmunum íbúa á Akureyri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú þakka fyrir þessa fínu greinargerð
sem var bara ótrúlega, ekki endilega trúlega áhugaverð. Bara svona nokkur komment og spurningar sem að ég hef varðandi þetta. Þetta var kannski ofboðslega mikið miðað að skipulagi íbúðar byggða og atvinnu svæða. Þannig ég velti fyrir mér og það kannski varðandi eins og til dæmis umhverfisvöktun, við höfum nú verið að tala það innan míns flokks að það sé eitthvað sem við þurfum að vera ennþá duglegri við, þar að segja að vakta umhverfi okkar og það hafa nú verið tekin ákveðin skref varðandi það. Mengun að hluta til verið vöktuð og svo fín vöktun á fuglalífi í Krossanesborgum. En mér datt þetta í hug til dæmis í sambandi við þessa umræðu og þessa flóknu og erfiðu, má segja umræðu upp við Rangavelli, að þar til dæmis að því að þar má ekki vera mengandi starfsemi, þar höfum við ekkert hugmynd hver mengunin í dag, þannig að við breyta starfsemi eins og núna umræðan snýst þá er erfitt að fyrir okkur að sýna fram á, eða íbúa sérstaklega, að sýna fram á breytingar á því. Það er að segja, og þetta er svona ofsalega gott dæmi til þess að útskýra af hverju mikilvægt að vakta umhverfið. Þannig að til þess að vita hvernig hlutinir eru í dag, þó það sé að sumuleyti kannski seint í rassinn greipinu en þá ekkert seinna vænna. Svo langar mig til þess að spyrja svona hver sé stefnan eða kannski umræða innan sviðsins eða ráðsins varðandi votlendi í byggð. Við erum auðvitað, má segja, landaðþrengt sveitarfélag og við höfum talað ofsalega mikið þéttingu byggðar og lagt áherslu á það. En við þurfum auðvitað að gera okkur grein fyrir því, þrátt fyrir að við séum ekki með mikið landflæmi undir, að þá þurfum við allavega að skoða það, hvort og hvernig við ætlum að hugsa þau mál. Og svo saknaði ég þess bara að heyra talað skipulag útivistarsvæða og ég nefni sem dæmi í umhverfis- og samgöngustefnunni. Þar liður 2411 þar sem talað óheft aðgengi íbúa strandlengju bæjarins utan hafnarsvæða og þar eru aðgerðir sem eru verklok 2020, þannig ég velti fyrir mér svona hvað er að gerast þar, af því að þó þessi ekki verklok fyrir næsta ári að þá er ekki ráðnum í tíma sem tekja, þarf auðvitað að hugsa fram í tíman. Svo langaði mig til þess að ræða það sem að formaður reyndar kom inn á í lokin, sem eru svona þróunarreitir sem var áhugavert að var rætt svona sem sparnaður við vinnu á skipulagssviði, sem bara frábært en ég velti fyrir mér hvort það hafi allir í raun og veru sama aðgengi að því að taka þátt í þessari vinnu, af því að þetta er svona samráðs, getur maður sagt, verkefni og það auðvitað mikilvægt að það sé þannig að það sé eigi allir, ætla ég að segja bara, aðgang inn í svona vinnu, þar að segja ekki pikkað út einhverju sérvaldir til þess að koma að svona þróunarvinnu. Og líka hugsaði ég með íbúa, það er ótrúlega mikilvægt held ég líka að íbúar séu þáttakendur í svona þróunarvinnu og þá velti ég fyrir mér ef við erum að fara að útvista svona þessari vinnu, hvernig við tryggjum þá aðkomu íbúana því. Og en ég held að það er gríðarlega gott og bara jákvætt að það sé aukið samráð við byggingaraðila, en við skulum ekki gleyma íbúum, þróun einmitt ákveðna svæða og þetta sé ekki endilega bara svona teiknað upp inni hjá okkur, heldur sé farið í svona samráð, þannig ég ætlaði svona að fagna því dalti. En það verður samt að hafa í huga, eins og ég nefndi, aðkomu íbúa og þetta sé ekki bara útvistað, heldur þetta sé samráð, það sé svona, við séum líka virkur hluti þar að segja pólitíkin, skipulagsráð og skipulagssvið í þessu. Samgöngumiðstöð, þá held ég bara að við verðum að tala það að það er samt mikilvægt að bæta aðstöðuna. Það getur vel verið að við séum kannski ekkert að reyta hár okkar yfir því að
staðarvali á miðstöðinni sé einhverju uppnámi sem það þú veist það stundum allt í lagi að hugsa málið og kannski hægt að gera betur. Ég samt efasemdur það, mér finnst þetta nú svona, en ég ítreka að það mikilvægt samt að það sé einhver staður, það sé einhver þjónusta. Við getum ekki bara, auðvitað ekki bara við skipulagsráðið eða skipulagssvið, heldur náttúrulega kannski aðra aðila innan bæjarkerfis líka, en það mikilvægt að við þjónustum fólk sem að nota almenningssamgöngur þó við séum ekki tilbúin með kannski einhverja framtíðarhugmyndir. Ég vildi bara nota tækifæri til að minna á þetta. Ég vil fagna breytingum á úthlutunarreglunum að því ég held að sé mjög gott að eins og kveðið á að svona, hvað ætla ég að segja, not for profit, óhagnaðardrifin félög geti fengið einhvern forgang vegna þess að það eitt sem að verður kannski rætt meira í aðdraganda kjarasamninga og þegar nær dregur þeim, en það akkurat þetta með hversu eðlilegt eða óeðlilegt það að þessi grunnlífskilyrði sem eru hvar maður býr og hvar maður á heima séu endilega seld undir einhver gróðasjónarmið, þannig að það má taka það og ég bara fagna þessu skrefi mjög og ég held að við ættum að vona bara það sem flest óhagnaðardrifin íbúðafélög spretti upp og þjónusta þau sérstaklega vel. En eins og ég segja, verið gott að heyra meira svona útivistar og náttúrusvæði. Við höfum lent í því að hér hefur til dæmis verið, sérstaklega í umræðinum þéttingu byggðar, þá var náttúrulega, og við munum öll eftir umræðinum Kotárborgir, þar sem að mjög margir svona sveifluðust til og frá, já, útivistarsvæði, já, náttúrusvæði, já, þétting byggðar. Og það skiptir máli í þessum umræðum að það sé líka gert ráð fyrir að nota þessi grænu svæði. Það þarf að skipuleggja út frá hugmyndum notkun líka, af því annars lendum við bara í því að vera alltaf bara, já, það engin annar hvað sem og það ekki gott inn í þessu umræðu, það ekki umræða í jafnvægi þegar svo komið. Meira þetta ekki hug í bili, þannig að ég kem kannski sterk einn seinna. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í loki máls sín, næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því líka að þakka Tryggva fyrir góða formanni skipulagsráðs, fyrir góða yfirferð og svona snarpa og yfirgripsmikla skýrslu eða stefnuræðu. Og hér varpað fram alveg ótal atriði sem vert að ræða hér og taka svona, já, allavega spegla hér í þessu pólitíska umhverfi. En mér langar aðeins til þess að byrja á því að ræða fundi skipulagsráðs, þar sem að vekur athygli mína þegar ég skoða tegundir afgreiðslu hversu mörgum málum frestað til dæmis. Og ég velti fyrir mér þegar menn að þetta mörgum málum frestað, hvort að það sé vegna þess að þeir aðilar sem að senda inn erindi hafi ekki fengið þá leiðbeiningu sem þeir hafa þurft til þess að mál komi vel fyrir. Þar að segja með fullnægjandi hætti. Þetta bara svona vangavelta. Vegna þess að maður hefur heyrt það sjónarmið hérna út í bæ að það sé megi vera örlítið meiri þjónustulund hjá sumu starfsmanna á skipulagssviði og þetta ekkert nýtt, við erum búin að heyra þetta í mörg ár og það svona spurning hvort að þetta sé eitthvað sem megi bæta, sem ég geri fastlega ráð fyrir að nýr skipulagsstjóri sé að gera og vinna í. Annað sem að mér langar til að velta hérna upp, það með framboð á einbýlishúsalóðum. Við talaðum það að hér séu 41 einbýlishúsalóð núna að verða tilbúin og sé til úthlutunar. Það sem hefur hins vegar einkennt skipulag á Akureyri undanfarin ár það að við erum að blanda byggð. Við erum að byggja blokkir, raðhús, fjórbýlishús og einbýlishús svona í bland. Ég hef heyrt gagnrýni á það að það sé mjög erfitt að fá einbýlishús á lóðir
þar sem þú hefur eitthvað annað útsýni heldur en í næstu blokk. Og þess vegna sé fólk jafnvel að leita hér í önnur sveitarfélög eftir lóðum þar sem þau hafa eitthvað útsýni. Fyrir utan það sennilega það að fá lóðirna þar nánast gefins eða á niðursettu verði. Þetta kannski eitthvað sem að má kannski aðeins velta fyrir sér. Þetta á reyndar ekki við Melgerðisásinn. Þar mun sennilega vera eitthvað útsýni. En ég sá það svona á drögum á rammaskipulagi á þessi nýja reit út í Hverfi að það svona verið aðeins að hverfa frá þessu ef að menn að vinna áfram með það. En þetta til dæmis bara svona pæling sem að ég held að sé þess virði að velta fyrir sér þegar við erum að skipuleggja heilu hverfin. Nú erum við búin að reyna þetta, þetta gefast vel eða ekki? Og það náttúrulega þegar maður fyrir að skoða eins og Hagahverfi að það til þarna skipulagslys. Ég bara hef ekki trú á því að fólk hafi til dæmis gerð sér grein fyrir því þegar keypti íbúðirnar þarna í raðhúsinu sem liggur nánast undir blokkinni í Halldóruhaganum eða Davíðshaganum, ég man ekki alveg hvar sú staðsetning En þetta svona dæmi eitthvað sem ég held við þurfum að forðast þegar við erum að vinna skipulag. Nú hefur verið rætt það að gera þrívítamyndir í skipulagsvinnunni ekki satt og ég held að það til dæmis geti komið í veg fyrir svona lagað. Ekki gerði maður sér grein fyrir því með að horfa hérna í tvívít á skipulagið. En þetta svona eitthvað sem ég held að þurfi að velta fyrir sér. Svo það kannski það sem mig langar til að ræða, það þetta með miðbæinn og miðbæjarskipulagið. Bæjarfulltrúi Þórhallur kom aðeins inn á það hérna líka. Sko, ég ekki orðið svona dálítið áríðandi að fara að klára þetta mál. Þetta búið að hanga yfir okkur núna mjög lengi. Hafa orðið slys á leiðinni, en það einhvern veginn sko, þá tekst okkur ekki að taka sko af skarið og bara taka ákvörðun. Ég nefndi þengt hérna og hefði bara þótt eðlilegt að hlutar af því skipulagi hefði mátt bara setja í skoðanakönnun eða íbúakosningu, vill fólk einfalda gleragötun og stækka reitin eða miða við það forsendur þar liggja fyrir bara til að höggva hnútinn. Eða ætla menn að hafa þetta hangandi yfir sér næstu 10 árin, hvað á að gera? Nú menn að vísa að pæla í þessu, en miða við það sem kemur hérna fram að þá verið að draga þetta á langinn enn og aftur. Og þá spyr ég, ok, það vandamál með forgangsröðun verkefna. Ég tel þetta vera svona eitt af þessum mikilvægum málum, þannig að það sé það bara spurning það að veita meira fjármagn inn í þessu vinnu. Ég skil það vel og ég held við áttum okkur á því að miðað við þær mannabreytingar sem hafa orðið á skipulagssviðinu þá náttúrulega hefur það áhrif á framgang mála. Og það ekki undan því að kvarta, við þurfum þá að sækja þjónustu út, hún getur kostað meira, eins og greinilega var reynt, en höfum við efnaði að bíða. Eða verðum við bara að bíta í það súra epli og veita meira fjármagni inn í henni að gera. Ég hafði reyndar ekki gert mig grein fyrir, að vera að viðurkenna það, að við værum ekki að veita það miklu fjármagni inn á skipulagssviðið að við gætum klárað þessi mál. Ég átta mig á því núna. Það finnst mér heldur ekki gott. Þannig að ég hefði álitið að við þyrftum að fara og skoða þetta mjög rækilega og það hvort við getum ekki gert eitthvað til að ýta við og flýta málum þannig að það fara að gerast eitthvað. Og það alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Þórhallur nefndi hérna áðan. Það aðilar sem að hafa verið að velta því fyrir sér að koma hérna inn á þetta svæði og verið tilbúin til að leggja fjármagn í fjárfestingu, byggingar. En það ekki þetta að gera af því að menn ekki búnir að ákveða hvað á að gera. Á að færa gleragötuna og ekki að færa hana, á að hafa byggingareitina svona eða hins einn, en það að sjálfsögðu einhverju byggingareitir sem hægt að fara að byggja á bara nú þegar. Og það að segjast eins og að það getur nú alla verið svo heilagt að þurfa að bíða eftir breytingu á deiliskipulaginu gagnvart þeir reitum sem kortið eru klárir og geta verið klárir, þar sem við nú farið gegn miðbæjarskipulaginu í nokkrum veiga miklum atriðum
bæði varðandi göngugötuna eða Hafnarstrætið og það hvernig búið að vinna það og með samþykki allra og bara góðum vilja, en það gegn skipulaginu því það var gert ráð fyrir bílastæðin þar beggja megin götunar og svo með Bránshúsið og þessa vestur-austur leið sem átt að vera, þennan ás sem átt að vera þarna var raun og verið frábær hugmyndi sem ég hef sagt hér áður, var gjörreiðilegur, því miður. Þannig ég eiginlega bara legg það til og kasta því hér inn í umræðina hvort við þurfum ekki að gera eitthvað í þessu. Annað Hvannavallareiturinn, og því að við svona velta fyrir sér pólitískri sýn í þessu. Miðað við þær hönnunar forsendur sem maður hefur séð á Hvannavallareitinu, þá finnst mér hann, og ég tek undir þar með arkitektum sem að lögðu fram nýja tillögu og aðra tillögu bara svona til umræðu, að það megi byggja miklu meira á þeim reit. Þar má fara upp í loftið. Það ekki sem skyggir á eitthvað. Það má nýta þetta svæði miklu betur. Þetta verðmætt svæði, þetta tiltölulega nálægt miðbænum. Þannig að þetta eitthvað sem á að leggja áherslu á að nýta betur. Og þar held ég að við ættum svona sem hafa frumkvæði að því að það verið gert. Hugmyndin með þróunarreitina bara góð. Ég held við að gera meira að því að kasta út svona þróunarreitum að leyfa byggingarverktökum eða búfesti eða bjargi að koma að slíkri þróun. Við skrifuðum undir viljayfirlýsingu við búfesti og ég held að sé bara kominn tími til að við förum að setjast niður og benda þeim á svæði, láta það hafa svæði bara til að þróa. Eftir að annað bara hafa vilja til og getu, þá sé það bara spurningum að setjast niður og ákveða það. Rannsóknarverkefni mannfjöldaþróun, mjög mikilvægt verkefni. Hvenær ætlunin að því ljúki? Það svona, held ég að sé stór spurning eða mikilvæg spurning að fá svar við vegna þess að við þurfum að fara að takast á við þetta verkefni. Fjölgun íbúa hér, hún ekki hraðar að þessu ári heldur en síðast ári. Það sem hún var sáralítil. Þannig ég held að við þurfum að fara að velta því mjög alvarlega fyrir okkur hvernig við ætlum að bregðast við því. Og það bara mjög gott að fá vandaða og ítarlega bara ítarlegt yfirlit og ítarlega spábyggð á góðum gögnum til þess að vinna eftir. Og þarna hefur áhrif hvers konar frambóða íbúðarhúsnæði við erum að bjóða. Það hefur áhrif varðandi skólamál og ýmis önnur mál og við þurfum bara að fara að taka þetta í samhengi og horfa á þetta heildrænt. Svo verði ég að koma aðeins inn á deiliskipulagsbreytingu Rangárvalla. Sko, það algjörlega á hreinu að ég skil ekki af hverju þarf að fara í þessa deiliskipulagsbreytingu. Vegna þess að ég sé ekki tilgang inn í því að fara að samþykkja það að heimila rekstur sem ég held að allir meira og minna séu sammála að sé ekki á góðum stað. Verð þarna gegn vilja íbúa og það alveg að hreinu frá minni hálfu. Ég búinn að taka afstöðu í þessu máli, henni verður ekki breytt. Ég mun ekki samþykkja deiliskipulagsbreytingu á þessu svæði með hliðsjón af þeim hugmyndu sem ég hef heyrt af að eigi að fara þarna fram. Það bara ekki inn í myndinni. Það verður að leysa þetta mál með einhverjum öðrum hætti. Og þetta verður bæjarstjórnin og forsvarsmenn bæjarins og bæjarstjórnar að ganga í og leysa með viðkomandi verktaka. Lausnin til, það getur vel verið að hún verði dálítið dýr, en við verðum bara að taka henni. Þetta kannski líka gott dæmi það að við erum ekki vakandi fyrir þeim fjárfestingar möguleikum eða sölu á húsnæði sem við ættum að ganga inn í til þess að komið vekk fyrir frekari vanda. Þess vegna verið að leggja fram þessa bókun sem Þórhallur bæjarfulltrúi lagðir hér fram áður meðal annars.
og bara gríðarlega mikilvægt að við förum að taka með ákveðnari hætti. Og þetta á ekkert síður við jarðir til dæmis hérna í nágranna sveitarfélögum sem gætu nýst Akureyri í framtíðinni. Tökum sem bara dæmi að svæði skipulag Eyjafjarðar gengur út á það að bærinn þróist og stækki í norður, út með firði. Við þurfum þá að hafa aðgengi að landsvæði þar og þess vegna þurfum við að vera vakandi fyrir því þegar að jarðir á þessu svæði bjóðast. Þannig að möguleikni verði fyrir hendi. Og lokum þá ætlaði ég aðeins að nefna hérna með deiliskipulag Grímseyjar, það er líka annað. Við vorum á mjög góðum íbúafundi þar, við allavega 3, ég, Halla Björk bæjarfulltrúi, Ásthildur, 4 með þessu, það er ekki svona. Ásthildur bæjarstjóri og Sóley Björk. Þar kom mjög skýrt fram að þegar það var nefnt að það stæði til að fresta deiliskipulaginn í Grímsey fram til ársins 2020 að það kom frekar illa við fólk vegna þess að það telur og íbúar þar að það verði að klára þetta mál svo sé þetta að gera eitthvað. Það er engar lóðir skipulagar. Þetta er allt í hershöndum þannig og það sem þarf að gera þarna, það byggist á því að skipulagi sé fyrir hendi. Og bara sem gott dæmi sem ég veit ekki hvernig gerðist en að tjaldsvæðið í Grímsey er skipulagt í skólan og það er þannig teiknað inn á aðskipulag. Hins vegar var það fært síðastliðið sumar niður á Sundlaug. Ég veit ekkert hvernig það gerðist. Ég held við vitum það ekkert almennt. Og svona bara gerist. En við þurfum að klára þessa vinnu og þarna er líka bara eitt sem við þurfum að taka þá afstöðu til. Verðum við ekki að setja tíma og fjármagn í verkefnis. Ég ætla að láta þetta gott heita í bili en þakka enn og aftur fyrir bara góða skýrslu og hérna, þetta er bara hjá mér meira innlegg í umræðu og ég reikna svo með að fá einhver svör. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á eins og aðrir að þakka formanni skipulagsráðs Tryggva Má fyrir þessa fínu yfirferð og góðu skýrslu. Hún svona er hnitmiðuð og fer yfir sviðið, vítt og breitt og opáslega mjög upplýsandi fyrir okkur bæjarfulltrúa held ég. Mér langar aðeins, ég ætla nú ekki að fara hérna yfir eða koma með einhverjar sérstakar spurningar, heldur bara rétt að koma svona með smá hugleiðingar og þá kannski mína skoðun á þessu. Hann nefnilega og byrja á að með leyfi forseta fara hérna ofan í skýrsluna og hann varpar fram spurningum formaðurinn. Eigum við að hafa fastland undir fótum og forgangsraða fjármunum þannig að lóðaframboð til næstu ára sé tryggt með þessum öruggustum hætti eða eigum við að setja áherslu á að efla samkeppnishæfni sveitarfélagsins með uppbyggingu miðsvæðis með tilheyrandi óvissu framkvæmdarleika og sátt niðurstöðu. Þegar maður fær svona spurningar þá bara vill maður, eða ég tala fyrir mig, gerum hvort tveggja. Það er auðvitað væri óskandi. Við þurfum auðvitað að vera með nægt framboð, það er svona nauðsynlegt bara upp á að við þróumst hérna sveitarfélagið, en svo er hitt að vera samkeppnishæf, það er bara gríðarlega mikilvægt. Og ég held að við bæjarfulltrúar rættum, eins og kom nú fram máli fleiri, kannski aðeins að hugsa upp leiðir til þess að geta sett hreinlega bara meira fjármagn til skipulagsmála. Það hangir svo margt á spýtunni. Allt sem við viljum gera, byggja upp þetta samfélag, fara í einhverja framkvæmdir og svo framvegis. Þetta þarf allt saman að vera klárt og það þarf að vanda til verka og það kostar. Því miður, ég vildi óska að peningarnir væri ótrúðandi en ég ætla að teka það til mín, mér langar aðeins til þess að svona endurskoða það hvort að við mögulega getum með einhverjum hætti sett meira til skipulagsmála. Það er nefnilega svo margir spennandi reitir eins og kom fram í máli formannsins sem að já, þú veist ef að þetta gerist það ýtir undir annað og þá erum við einhvern veginn svona komin á stað með einhverja
framþróun sem ég held að væri okkur mjög heillavænleg og einmitt til þess fallin til þess að fjölga íbúum. Þó að okkur fjölgi sannarlega. Við erum ekkert í neinu vandræðum þar, eins og kom nú fram aðeins í máli bæjarfulltrúa Gunnars, hafði ágjörð því, en ég hef svo sem engar ágjörð því, en auðvitað með við má okkur fjölga meira. Hvað varðar miðbæjarskipulagið og ýmsar svona bara vangaveltur hvernig við getum farið af stað á þess að klára eitthvað, þá held ég að það kom nú fram í málinu hjá formanni að þarna þarf að vanta til verka og eins, það vantar peninga. Og svo bara svona rétt í lokina, því að ég var á þessum íbúafundi á bæjarfulltrúanum sem Gunnar taldi upp á bæjarstjóra í Grímsey, og þar einmitt ekkert búið að deiliskipuleggja og byggðin skilgreind sem brothætt byggð og við erum að fara að reyna að gera eitthvað eða þú veist búin að vera að því einhver ár og það vantar skipulag og þá segir maður svona ok, okkur voru ekki löngu búin að þessu, þú veist, ef við ætluðum að byggja upp eitthvað og það ekkert neinum að kenna eða eitthvað slíkt, þetta bara svona kannski víti varnar, þú veist, fyrir aðra staði og þá bara okkur sjálf sem við höfum nú stundum orðað, erum við ekki bara brothætt byggð, landsbyggðirnar allar og eigum við þá ekki að hugsa, þú veist, skipulagi þarf að vera í lagi til þess að við getum framkvæmt og til þess að allt geti svona átt eðlilega framþróun. Þannig að þetta bara svona hugleiðing og ég veit að, þú veist, að það er voða auðvelt að segja að það vantar bara meiri pening, setja meiri pening og við eigum hann ekki. En við þurfum einhvern veginn að finna leið til þess að vera á undan þróunni og koma þessu í réttan farveg. Ég kem kannski bara upp aftur, ég man ekki eftir neinu sérstöku svona sem ég vildi spurja. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og ég færi stjórn fundarins aftur til hennar. Takk fyrir það. Næst töktu máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja á að þakka Tryggva Má formanni skipulagsráðs fyrir hans góðu yfirferð. Það kemur sér svo mikið á óvart. Þetta 5. árið sem hann með þessa yfirferð hér í bæjarstjórn og það alltaf afskaplega upplýsandi þessi yfirferð hans eða starfsáætlun eða hvað við viljum kalla það, þessi árlega yfirferð og gefur okkur bæjarfulltrúum akkurat svona innsýn í það hvað og betri innsýn í það hvað nákvæmlega að gerast og í ár hann dálítið skeleggur, hann talar það að það vanti fjármuni til að gera ýmis verkefni og hann eins og bæjarfulltrúi Halla kom inn á þá varpar hann hér fram spurningu sem við þurfum alltaf að væntanlega velta fyrir okkur. Bæjarfulltrúi Þórhallur, hann minnst líka á þetta í sínu máli og vísaði máli sínu til mín og bjóst við að ég byggi til peningana. Það er nú ekki svo sem því miður en hins vegar verðum við að gera okkur grein fyrir því að fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir ef ég man rétt 64 milljónum í hagnað af A-hluta og það naumur hagnaður. Við erum svona að berjast í þessu, að halda þessu réttu megin við núllið. En hins vegar erum við alveg sammála því sem hefur komið fram hér í máli manna. Við þurfum kannski að huga þessu. Það hefur kannski verið skorið of mikið niður þarna í þessu málaflokki og við erum greinilega hugum manna til þess að gera betur og þá verðum við bara að setjast yfir það og velta fyrir. Getum við einhvers staðar hagrætt annars staðar? Hvernig getum við horta á þetta sem heildarmynd vegna þess að það nú eins og þannig að peningarnir vaksa ekki á trjánum, hvorki hjá Akureyrarbæ neinum öðrum. Þannig að við þurfum svona aðeins að velta fyrir hvernig við getum mælt þessu. En það kemur líka og spila þá svolítið inn í að við með þessum svona ýmsum svæðum sem hér í bænum til að mynda miðbæjarskipulag sem hér hefur, eða miðbæjarsvæði sem hér hefur nefnt, að það geti kallað á einhver verkefni og aðeila sem eru vilju til að fara í það. Við ákváðum á sínu tíma þegar við fórum í verkefni við Austurbrú að við myndum ekki fara í miðbæinn frekar, við myndum ekki leggja allt í uppnám á sama tíma. Nú svona komið ákveðið status í það að það búið að byggja þarna 2 byggingar við Austurbrú og það kemur í ljós hver áformi verða varðandi hótelbyggingunna í næsta mánuði fyrir lok marsmánaðar. Þannig að við sjáum svona til lands hvað verður það í því máli. En ég alveg sammála því að það væri spennandi að geta ráðist í verkefni sem að svona kannski væru meira krefjandi og kannski væru ekki, það væri ekki bara okkar hlutverk að passa það að vera með nógu mikið skipulag fyrir íbúðabyggð heldur væri þarna
önnu verkefni líka setti í gang. Og þá kom við akkurat að þessu sem að formaður kom inn á, þetta sé þróunarverkefni með þróunar aðala. Það geti verið spennandi valkostur og við ættum alveg klálega að skoða. En ég var að spyrja og kannski varpa því fram til og kannski eina spurningi mín í þessu sambandi. Ég bara velti fyrir mér að hvort að formaður sjáu fyrir sig ef við myndum setja 2-3 verkefni svona að þessum verkefni sem hann nefndi, hvort við höfum mannskap í þetta verkefni og þá líka bara hreinlega, bæjarfulltrúi Gunnar myndist á það að mætti hugsanlega kaupa þjónustuna. Ég meina, sér að möguleika í þessu. Það hefur verið rætt hérna Grímsey fyrirgefið og vitnað í fund í Grímsey á sunnudaginn, en við vorum líka að funda í Hrísey í síðastliðnu viku og þar vörpuðu menn fram hugmyndum sem að kannski kemur að skipulagsráði, það að segja gatnagerðargjöld í Hrísey og hvort að mætti skoða það til að liðka fyrir uppbyggingu í Hrísey, hvort að mætti skoða afslátt á gatnagerðargjöldum í eyjunni, kannski með svipuðum hætti eins og nágrannasveitarfélögin hefur verið að gera hér við sína uppbyggingu. Þetta bara eitthvað sem það þarf að skoða. Vissulega gatnagerð væntanlega í Hrísey dýr, þannig að þetta er svona eitthvað sem það þarf að skoða í heildarmyndinni, en ég varpaði þessu upp og við höfum verið að ræða það okkar í milli að það sé kannski rétt að þetta verði sett í einhvern feril. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Þórhalla kom inn með þeirra tillagið ályktun þeirra sjálfstæðismanna, hún er góðra gjalda verð. Við höfum verið að ræða þetta í okkar hópi og ég held nú að við vorum aðeins að kasta svo milli okkar hérna á, en ég held að við værum komin eitthvað á stað með þetta, að það er spurning að kannski Tryggvi Már formaður svarið því hvort að vinna við svona uppkaup eigna, hvar hún er stödd. Ég get alveg sammála mönnum hér það að við þurfum að varðandi Hvannavallareitinn. Þetta er mikilvægt að við reynum að koma honum áfram. Þar eru aðilar sem vilja byggja og mikilvægt að það komist áfram. Það er líka svo að við erum núna að koma með á næstu vikum væntanlega. Það er verið að vinna núna svona gögn varðandi 10 ára áætlun sem er byggðar á þeim gögnum sem að til eru og þá getum við aðeins svona sé frekari framtíðarsýn í uppbyggingu okkar. Allt kostar peninga en við þurfum þá líka að vera tilbúin að forgangsraða verkefnum. Bæjarfulltrúar hafa nefnt hér til að mynda uppkaup lóða og fasteigna sem er líka eitthvað sem og ég var að vitna í hvar þetta máli statt, en það er einu sem svo að slíkir gerningar eru gjaldfærðir, þannig að þetta er svona kannski þegar svigrúm er ekki stórt og mikið þá er að velta fyrir sér hversu mikla möguleika við eigum á því, þannig að þetta er eitthvað sem þarf að hafa í huga. Ég held líka að það verði spennandi að sjá hvernig niðurstöður þessara mannfjöldaþróunar sem þetta verkefni sem fyrrverandi skipulagsstjóri Bjarki Jóhannesson er með á sinni könnu. Ég bendi bara á það að við erum núna með aðalskipulag í gangi og erum jafnframt að vinna að húsnæðisáætlun. Það sem er svona kannski ekki alveg, það talar ekki alveg nógu vel saman. Það eru mismunandi svona sýn á hvernig mannfjöldaþróunin hjá okkur er. Og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur þegar við fyrir að skoða málið til lengri tíma að akkurat þessi sýn sé til staðar. Þannig að við séum í rauninni með eina sýn og byggjum þá allar okkar bæði skipulagsmál og húsnæðisáætlanir á sömu gögnum. Þannig að ég held að ég býð spenntur eftir því og tekja undir með bæjarfulltrúi Gunnar að það var gott að fara svör frá formanni hvenær maður búast við því að þetta liggi fyrir. En ég vil bara annar aftur þakka fyrir góða skýrslu þá Tryggva og vænti góðra svara í kjölfarið. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinn, næst tekti máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin nefndi hérna að það hefur verið rætt innan meirihlutans hvort að væri rétt að setja einhvers konar viðmiðið reglur svipað því sem að bæjarfulltrúi Þórhallur nefndi og komið tillögu þar að segja uppkaupa á eignum og ég var búinn að setja á blað einhverja tillögu sem hafði gengið aðeins á milli innan meirihlutans og mér langar að bara kynna hana fyrir ykkur. Ég held að þetta sé á þeim nótum sem að
bæjarfulltrúi Þórhallur og fleiri að hugsa. Það er örstutur inngangur. Akureyrarbær kaupir jafnt og þétt íbúðir sem ætlaðar eru til útleigu fyrir skjólstæðinga bæjarins. Einnig kaupir bæjarinn endrum og sinnum skrifstofuhúsnæði og annað atvinnuhúsnæði sem hentar fyrir stofnanir bæjarins. Þessar eignir eru í flestum tilvikum hugsaðar sem langtíma eign. Önnur tilefni geta einnig verið til að kaupa fasteignir, svo sem vegna skipulags eða vegna ásýndar. Í þeim tilvikum má segja að sé að ræða margvísleg fasteigna þróunarverkefni. Sérstaklega getur verið tilefni til að skoða það í tilvikum sem þessum. Ef að hús stendur í vegi fyrir samþykktu skipulagi framtíðar byggingar eða samgöngu mannvirki eða eitthvað annað. Ef hús eða lóð hluti af reit sem vilji til að skipuleggja sem eina heild og bærinn hefur kannski þegar einhver ítök á. Ef hús stingur í stúf við heillega og mikilvæga götumynd, þá má hugsanlega breyta, endurbyggja og selja svo aftur. Ef hús í sérlega slæmu ástandi, ef hús stendur á eignarlóð en við myndum vilja breyta í leigulóð og selja svo aftur. Ef lágt nýtingarhlutfall á lóð og tækifæri til að þétta byggð, getum við haft beint frumkvæði að svoleiðis verkefni. Ef hús stendur undarlega á lóð og við myndum vilja rífa, mögulega með kostnaðar þátttöku nágranna sem hefði mikið gagn að verkefninu. Eða ef það verði lítið hús sem mætti rífa til að skapa meira rými fyrir mikilvæga starfsemi. Þáttaka bæjarins í slíkum þróunarverkefnum þarf alltaf að byggjast á einu eða fleiri skýrum markmiðum, samanber hér að ofan, og skal vera ljóst í hverju tilviki hvert markmiðið og þau geta verið fleiri en eitt. Jafnframt skal hafa í huga eftirfarandi að heildarumfang slíkra verkefna á hverjum tíma sé innan hóflegra marka, hverja tiltekinna fjárhæðarjafnvel, að umfang einstakra verkefna sé innan við einhver tiltekin fjárhæðarmörk, að fjárhagslega áhætta af einstökum verkefnum sé hófleg og að fjárhagsleg markmið og áhætta vegna hvers verkefni séu metin fyrirfram. Ég hef ekki fjallað í þessu eða við það sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi jarðir og hugsanlega aðrar eignir utan sveitarfélagsins, en bara til fulla ástæðu til að taka það inn í myndina. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsinn. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk Tryggvi fyrir greinagóða yfirferð, virkilega gott að fá þessa samantekt, sérstaklega kannski fyrir okkur sem komum nýja borðinu. Þessi skipulagsmál geta verið pínulítill frumskógur að setja sig inn í, en mér langaði nú bara að koma upp og fagna umræðinni og ekki síst því að við höfum náttúrulega rætt mikið bæði miðbæjarskipulag, uppbyggingu oddeyrinnar, samgöngu miðstöð, og það virðist vera mikill vilji hjá öllum til þess að halda áfram með þessi mál og þá auðvitað kemur að peningunum, hvenær eru til nægir peningar fyrir hvaða verkefni og ákveðni fjármuni, til dæmis farnir í skipulag Tryggvabrautar, og sem að við þurfum einmitt að skoða og gaman að heyra vilja fólks til þess að kannski skoða það, og ég spennt fyrir því og held að það séu allir svolítið á því að við viljum ekki vera í kyrstöðu í hæfilegu framfara gír og bara hlakka til að takast á við það. Og ég er líka spennt og langar að nefna í þessu líka samhengi að þessi fjárhagsáætlun að vinna fyrir árið 2020 sem nú þegar hafin, og það hvaða málið það skiptir fyrir okkur að skipulag, stefnur, aðgerðaráætlanir, að þeir tali örugglega saman við fjárhagsáætlanir. Þannig að ég er mjög spennt fyrir því að það verkefni sé hafið nú þegar, þannig að þetta tóni nú allt saman, því að það á endanum kannski ekki nóg að hafa tiltekna skoðun eða tiltekna forgangsröðun ef að hún ekki greinileg í fjárhagsáætlun. Þannig að ég er spennt fyrir þessu og ég held að sé mun meiri vilji heldur en kannski áður til þess að stíga dálítið flott skref í þessu og er spennt fyrir framhaldinu. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt á aðrir hrósa Tryggva fyrir mjög góða yfirferð. Ætli hann sé ekki sá aðili sem ég búin að hrósa mest hérna. Mér finnst ég alltaf vera að hrósa Tryggva upp í pontu.
En mér finnst það nefnilega að vinna lýðræðislega og ég hef heyrt það frá okkar nefndafólki inn í nefndinni og og líka örugglega sú nefnd sem með flesta fundi, opna fundi fyrir íbúa og mér finnst það bara mjög jákvætt og ég hef nefnt það við í öðrum nefndum ættum við að gera slíkt hið sama. Það nú svo sem flest komið fram og ég tek undir með þeim sem hafa komið hér upp áður, þannig ég ætla nú ekki að fara að endurtaka það. En Tryggvi minn, mér finnst þú stundum gleyma henni nöfnuðinni, mér finnst hún fara svolítið aftarlega á forgangslistan, hún Tryggvabrautin. Ég held ég sé búin að koma hérna örugglega 3 eða 4 sinnum og minna þig á að bara af öryggis ástæðum að við færum að vinna það verk og ég sá og heyrði að hún inn á plani hjá þér, en mér langar að fá tímasetningu hvenær ætlum við að klára þetta. Þannig en svo sem eins og annað, kannski ég tek undir með bæjarfulltrúa Sóli varðandi með aðstöðu fyrir almenningssamgöngur, við verðum að gera eitthvað tímabundið úrræði, það ekki hægt að hafa þetta eins og það en en eins og ég segi, ég held að flest annað sé bara komið fram og ég tek undir það að við þurfum líklega að horfa til þess að setja meira fjármagn í skipulagsmálin og mér finnst kannski pínu að þið bæjarfulltrúa Hilda kemur þessi vilji til að fara í þessi mál, mér finnst nú ekki hafa skorta vilja svo sem innan bæjarstjórnar. Við bara þurfum að fara að taka ákvarðanir, hvað við ætlum að gera. Mér finnst kannski bara skorta eins og því að við förum í stóru málin, setjumst niður og ræðum þau til lykta. Mér finnst það kannski vanta. Ég held að viljinn hafi alltaf verið til staðar hjá öllum hér inni, en það þarf bara að fara að klára þessi mál og það er leiðilegt að heyra, fólk í bænum endalaust að tala að við séum að setja alltaf skipulagi og miðbæina aftar á forgangslistan og mér finnst það bara leitt, þetta eitthvað sem við eigum að bara fara að ganga í, þetta það sem við eigum að vera stolt af og eigum að leggja fjármagn í og ég tek undir með Þórhalli vinn mínum og ég mjög ánægð að hann sé komin til þetta til að minna okkur reglulega á miðbæinn því að hann hjarta okkur og við þurfum að hjálpa því að slá. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhalli Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér gerir glaður að koma 4 sinnum. Þetta allt annað líf. Ég vil byrja að hrósa meiri hlutanum. Ég svo ánægður með það sem Andri var að segja, það sem hann var að lesa fyrir mig, að það sé verið að vinna í þessum málum sem að ég var akkurat að leggja fram bókuninum, að þetta eitt af þessum málum ef við ætlum að hafa sýn fyrir bæinn okkar næstu 20, 30, 50 árin, að þá verðum við að hugsa svona og þess vegna myndi ég leggja til að við myndum bæta þarna við að það yrði stofnaður einhver sjóður sem að yrði þá hægt að sækja í og varðandi atvinnulóðirnar og að þær séu ekki á lausu og það þurfa að sérsníða þær svona eftir mismunandi atvinnurekstri, það gott og blessað, en við verðum að hafa þá á heimasíðunni og út á við gagnvart þeim sem að skoða þetta, að hugsanlega flytja einhverja starfsemi eða gera eitthvað, að þetta séu lóðir sem eru tilbúnar, aðra lóðir séu í vinnslu og vinsanlegast hafið samband við okkur, þannig að við séum ekki að fæla frá með því að það enga lóðir, og þessi neikvæða umræða að það sé ekki lóðir, að hún má ekki stoppa fólk frá því að hafa samband við okkur og þá að Pétur eða þeir leysi úr því að finna lóðir fyrir menn. Annað var það bara ekki, varðandi það sem Guðmundur sagði, að með peningana að það sem mig langaði til að segja að við þurfum að byrja á því að eyða svotlum peningum til þess að fá inn meiri tekjur og þar kemur skipulagið inn að ef skipulagið ekki fyrir hendi og við getum ekki útluta lóðum þá fáum við ekki tekjur á meðan. Þannig að þetta bara, við verðum að eyða peningum til þess að græða peninga. Það alveg bara vitað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhalli Jónsson loki málsinu. Orðið laust. Næst tekur til máls formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Ingvarsson. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka ykkur fyrir hlý orð í minn garð og garð skipulagsráðs og það
virkilega gott að geta alltaf góð samskipt við bæjarfulltrúana og eins og Eva Hrund, ég geti eiginlega ekki hrósað ykkur nægilega mikið fyrir áhugan ykkur á skipulagsmálum. Það voru svo sem ekki margar spurningar og helst athugasemdir eða svona vangaveltur. Bæjarfulltrúi Þórhallur, þú ræddir Odderinn og uppbyggingun þar og það væri mikilvægt að fara að stað og það gott að blessa, það eitthvað sem við verðum að fara á stað, það þetta deiliskipulagið nú þetta byggð. En við höfum á Odderinni bara líka lent í vandræðum með að rífa hús sem ekki teljast byggingarhæf vegna minjaverndar. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða bara betur. Það eru alls konar svona steinar í götunni þegar við förum inn í eldri hverfi. Þú talar að auglýsa lóðir betur á heimasíðunni og það bara eitthvað sem þurfum að gera miklu betur og þakkaði fyrir að vekja athygli á því. Við höfum verið að skoða hvernig önnur sveitarfélög að gera þetta, hvernig getum við komið auglýsingunum betur til skila til hvort sem íbúðarlóðir, atvinnulóðir, þannig að allar upplýsingar séu á einum stað og það sé svona myndræn framsetning og auðvelt fyrir þá sem hafa áhuga að kaupa hér lóðir eða hefja hér starfsemi að fá upplýsingar hvað í boði. Varðandi uppkaup og eignum og þá eins og bæjarfulltrúi Andri Teitsson kemur inn og það vinna í gangi og hann leggur fram tillögu með hugmyndum hvað skrefum að taka. Við höfum í skipulag, hann talar síðasta flokkinn þar sem eignir þar sem standa í vegi fyrir skipulagi eða væri gott fyrir bæinn að eignast. Við höfum haft vinnureglu þó hún hafi ekki beinlínis verið svona opinbert verklag samþykkt og við eigum svartbók og eðli málsins samkvæmt ekkert eðlilegt að ég ræði frekar svartbókina og hvað eignir séu í henni. En þar flokkum við eignir í tvo flokka. Það eru eignir sem við teljum séu nauðsynlegar að verði keyptar til þess að rýma fyrir deiliskipulagi og það eru eignir sem við teljum að vera ákjósandi að Akureyrarbær eignist til framtíðar. Og þetta rýmar ágætlega við þær hugmyndir sem Andri hefur kynnt, að bæjarfulltrúi Andri og vonandi kemur skýrara verklag á næstu misserum. Bæjarfulltrúi Sóli, þú spyrð stefnu votlendi í byggð og minn spurningin mjög góð, ég get bara ekki svarað henni akkurat núna en ég tel eðlilegt að tökum þá umræðu inn í skipulagsráði og þar hefur Arnfríður Kjartansdóttir og Ólafur Kjartansson, fulltrúi Vinstri grænna, rætt sem sagt, hvað maður segja málefni votlendis eða það kannski vanti stefnu votlendi við sem að fara með bæinn inn á eins og áður fyrir, nú erum við farin að dýftamæla áður við deiliskipulagin svæði sem gott að blessa, áður fyrir það deiliskipulög við svæði og ef við lendum á mjög djúpum, heildjúpum lóðum og þá gáum við frekar bara afslátt af gatnagerðargjöldum frekar en að fara með deiliskipulag eitthvað annað og þetta einmitt votlendi og þetta eitthvað sem við þurfum að marka skýrari stefnu Þú saknaðir útvistarsvæða og aðgengja strandsvæðum samkvæmt umhverfis- og samgöngustefnu og ég þakka bara fyrir áminninguna, skal skoða þetta. Við erum í deiliskipulagi Holtahverfis að horfa á strandlengjuna sem þá norður af Sandgerðisbótinni. Það deiliskipulag til fyrir strandlengjuna frá Sandgerðisbót og suður af flugvelli. En þannig líka þurfum við í umhverfis mögulega að breyta gildandi deiliskipulag til þess að auka aðgengi að strandlengju. Þetta þurfum við að skoða betur í takti við umhverfis- og samgöngustefnu. Og varðandi þéttingarreitina og hvernig þróunum vinna við þéttingarreiti og hvernig maður nálgast íbúana og tekið bara heilsugar. Við þurfum að hefja samtali við íbúa miklu fyrr þegar við förum inn á þéttingarreiti og íbúa sem eru fyrir svona í kringum þéttingarreiti, þeir eru ekki bara að upplefa það sé verið að koma með offorsi inn á þeirra svæði, þau eru líka að upplefa það að þau hafi hag á breytingunni, það sé fjárfesting sem færi þeirra nærumhverfi samhliða uppbyggingu. Næst langar mig að ræða kannski, ég hef búin að króta hérna samgöngumiðstöð og það kannski tengist beint miðbæjarskipulaginu. Það gildi miðbæjarskipulag og í miðbæjarskipulaginu staðsett samgöngumiðstöð. Það hefur samt ekkert verið einhugur það nákvæmlega hvernig samgöngumiðstöð á að koma og þetta erum við að ræða. Við höfum rætt það að við gætum byrja að framkvæma samkvæmt núgildandi miðbæjarskipulagi eins og við nætursöluna vegna þess að lóðin til og byggingarreitin til, en þar akkurat samgöngumiðstöð. Þar strætó í dag og við framkvæmum þar ekkert fyrir við erum búin að flytja strætó yfir annan stað. En þá tel ég bara að það bara guðstíðs verk að rífa það hús sem fyrir á reitnum og útluta.
Varðandi aðra reiti í miðbæjarskipulaginu og tilfærslu á Glerárgötu, þá mikill áhugi í skipulagsráði að fara í þetta verkefni. En það kostar, leið og þú opna miðbæjarskipulagið, þá fer það að kosta pening og við svona í forgangsröðinu okkar þá sáum við okkur ekki fært að hafa svigrúm til þess fyrir næsta ári. En ég myndi telja að ef við opnum miðbæjarskipulag aftur núna, að þá gætu við hort á fjármögn þess verkefnis, ekki bara svona hérna fær skipulagssvið eitthvað fjármögn til þess að fara inn í miðbæjarskipulag, heldur hérna fær verkefnið miðbærin eitthvað pening til uppbyggingar. Þar að förum svona mikið hluta þeim peningin í skipulag, svona mikið pening til framkvæmda. Því það hefur oft tapast svolítið í hugsuninni okkur að við skipulegjum eitthvað, en svo vantar peningin til þess að fylgja skipulaginu eftir. Og ég veit ekki hversu mörg verkin sem við höfum unnið á síðustlum 5 árum, sem við höfum klárað skipulagið. Það hefur verið týnt, kannski í nokkur atriði úr skipulaginu og færið að framkvæma. Talað til að mynda Neðri Brekku, sem við heldur hefum klárað 2015, Sigrún, 16. Og þannig spyr ég nú til sal og var lítið að svara. Þannig að þar erum við búin að byggja eitt hús og við hefum grafið, það búið að grafa eitt grunn sem hann hefur staðið nákvæmum til ama og ekki beinlínis góð auglýsing fyrir þéttingarreiti og þéttingarvinnu hjá Akureyrarbæ. Og síðan eru þannig í skipulaginu hugmyndir breytingar á og uppbyggingu stíga sem hafa ekki komist til framkvæmda. Með við þurfum kannski erum við það sem ég að segja, við þurfum stundum að deiliskipuleggja og þegar við deiliskipuleggjum þurfum við að sjá framkvæmdunar líka, að hlutunum komast til framkvæmdar svona inn í nálægri framtíð. Deiliskipulag ekki hugsað þannig að þú gerir eitt í dag og svo eftir 50 ár framkvæmur. Heldur deiliskipulag venjulega hugsað til að nálægt í framtíð. Bæjarfulltrúi Gunnar, þú talar að við frestum mörgum málum. Það alveg rétt. Mörgu tilfellum ósku eftir frekari gögnum. Ef til vill það einhvern tímann að aðilar hafa ekki fengið nægilega leiðbeiningar, en oftast nær það að það eru gallar í einsendum gögnum. Það eru eða þá viljum fá meiri umhugsunartíma til að taka þetta fyrir, eða þá einfaldlega að tíminn á þrotum hjá okkur. Við reynum að halda fundartíma milli 8 og 11 og þegar við sjáum að við náum ekki að klára málin, þá tökum við þau mál út af dagskrá eða frestum þau málum sem mega bíða til næsta fundar. Og það örugglega ástæði fyrir mörgum af þessum málum. Þú ræðir frambúð einbýlishúsalóðum og nefnir Hagahverfi og reynsluna á því. Ég ætla bara að taka heilshugar undir hugmyndum þínar. Og ef ég persónulega sýn varðandi uppbyggingu á Akureyri, næsta uppbyggingarsvæði við austan við Borgarbrautina, Kollugerðis Hagahverfi, og þá myndi ég vilja frekar sjá svona þróun á Giljahverfi og því hverfi sem þar með kannski húsum fyrir minni sérbýli og svo einbýli og fjölbýlishús neðst. Mér finnst Giljahverfi vera vel skipulagt hverfi og eitthvað sem tókst vel og reynslan góð að því og þannig við eigum að horfa kannski svolítið í þá reynslu. Mér finnst Hagahverfi eins og þú nefnir ekki vera ekki jafn góð reynsla og það svona, mér finnst íbúar í bænum líka bara horfa á þetta þannig að Giljahverfi sé dæmi það sem vel hefur tekist. En svo ef við horfum til að mynda á Hagahverfi þá svona sé þrengslin og kannski frambúð einbýlishúsalóðunum ekki eins og fólk vilji helst. Þú ræddir þrívídda möguleika. Frá því að ég tók til starfi skipulagsráði fyrir 5 árum þá hefur möguleikanir bara, það auðvelt að búa til þrívídda teikningar í dag, það ódýrara og við höfum rætt það, ég og skipulagsstjóri, að við þurfum að fara að byggja upp einhvers konar grunn þar sem hægt að hanna inn í og nota til kynningar þegar við erum að bæta inn í byggð eða breyta. Og ég tek heilshugar undir þessu orðin líka. Mannfjöldaverkefnin, þú spurðir hvenær áætluð lok væru. Ég fletti upp á síðasta tölvupósta frá Bjarka og hann segist að myndi ljúka í febrúar. Og vona ég bara að þessi skýrsla liggi fyrir von bráðar. Þið hafið nokkur rætt deiliskipulag Grímseyjar. Ég manna leiðastur á því að þetta verkefni sem sagt tefst við
ég fór 2 á fund út í Grímsey á síðasta ári og við ræddum þessi deiliskipulag byggir á aðalskipulaginu. Það ástæðan fyrir við vorum ekki búin að vinna deiliskipulag, fyrst þurfti að klára aðalskipulagið og svo það bara núna þannig að það mat með það fjármunni sem við höfum til þessa starfsárs að þá þurfum við að hægja á Grímseyjarverkinu og hluta þeim fjármunni fara í raun og veru á þróunarsvæðið á Oddeyrarney. Þar eru komnir þróunaraðilar sem vilja skoða uppbyggingu og þá teljum við forsendur hafa breyst í forgangsröðum hjá okkar og þurftum bara að endurstilla. En eins og ég sagði áðan að ég er manna leiðastur yfir því að þetta verkefni tafist vegna þess að ég telji það að vera mjög þarft við deiliskipulaginu Grímsey. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, þú spurðir hvort að við höfðum bolmagn til þess að ráðast í verkefni eins og endurskoðun miðbæjarskipulagsins með þann mannafla inn á skipulagssvæðið. Já, við teljum að við getum það en við kaupum þá vinnu. Það er bara keypt skipulagsvinna og og bæjarfulltrúi Eva Hrund, þú ræddir Tryggvabrautina. Ég ætti þetta að vera svona manna ákveðin eftir að Tryggvabrautin væri gert hátt undir höfði en það fallegt og gott götuheiti. Skipulag Tryggvabrautar er komið á fleygiferð og kostnaðarþátttaka vegagerðarinnar, þetta er eitthvað sem er nýtt og svona margar skil hjá okkur. Þegar við fengum kostnaðaráætlun við verkið þá var helmingurinn okkar pening farin og við sáum að við þurftum að skera niður í öðru verkefnum en með þáttöku vegagerðarinnar þá hjálpar. Og eins og segi þetta verkefni er á fleygiferð og þannig ég held að á þessu ári verðum við komið langt með það ef ekki klára það. Ég held þetta sem komið hjá mér, þakka þér fyrir. Það er formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Ingvarsson lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs. Já, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér vantaði nú svar við einu, Tryggvi minn, takk fyrir þessa skýrslu. Þetta kemur manni svolítið inn í hlutina. Sem bæjarfulltrúi Gunnar spurði áðan í samtíð Rangárvelli. Mér þykir þetta líka mjög sérstakt að sé verið að vinna yfir höfuð í þessu deiliskipulagi vegna þess að á þessum blessaða fundi sem við sátum öll upp frá þá veit ég ekki betur en að flestir ef ekki allir oddvitar flokkana hafi sagt að þessu yrði ekki breytt og yrði ekki farið gegn íbúum á svæðinu og ég þarf kannski bara útskýringu á því hvað er verið að gera nákvæmlega með þessu til þess að vita er verið að liðka til fyrir eigandanum á þessari lóð eða er verið að búa til eitthvað skipulag til að tryggja íbúana. Það er svona eiginlega eina stóra spurningi sem ég hef í þessu. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu og til máls tekur formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Ingvarsson. Ég ætla að segja skipulagsráðs. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Afsakið, ég skildi ekki svara þessu, ég tók þessu sem athugasemd en ekki spurningu. En varðandi Rangárvelli, af hverju erum við að breyta deiliskipulagi Rangárvalla? Það hefur forsögu og deiliskipulag Rangárvalla er frá árinu 2007. Þar eru gert þessar lóðir sem ræðir, þetta eru lóðir með 2, 4 og 6 og lóð með 6 hefur ekki ennþá komið til úthlutunar. Lóð númer 4 var skipulögð sem vararafstöð Landsvirkjunar og Landsvirkjun í rauninu verið beint í kjölfar deiliskipulagsins frá 2007 selur lóðina til einkaaðila sem síðan hefur afnóta af húsinu, leigir henni út fyrir vöruflutningastarfsemi og ég veit ekki hvað starfsemi var á þessari lóð þangað til hún er seld til núverandi lóðarhafa. Það var túlkun skipulagssviðs og það er túlkun skipulagsráðs á tímabilinu að svæðið væri skipulagt undir iðnaðarstarfsemi og
svona í samræmi deiliskipulagi starfsemi sem mengunar litla starfsemi sem var í takti bara við raforkuframleiðslu á svæðinu. Og í því ljósi þá úthlutum við lóð nr. 6 til byggingafyrirtækis til þess að hafa aðstöðu sína þar. Og í góðri trúum að það væri samræmi við deiliskipulag svæðisins. Síðan þegar áform núverandi lóðarhafa nr. 4 komu upp, að þá svona áttum við okkur á því að deiliskipulag svæðisins ekki nægilega skýrt. Við misskildum svæðið, við skildum skilmála skipulagsins með öðrum hætti en íbúa Giljahverfis. Og það virtist fara eftir hvernig hún spurði hvernig skilmálar skipulagsins voru skildir. Það ekki lenska í deiliskipulagi að binda skilmála við ákveðna starfsemi eða fyrirtæki eins og þar eigi að vera rafstöð Landsvirkjunar. Því að þó Landsvirkjun sé gott og gilt fyrirtæki þá það ekki eilíft fyrirtæki og það getur selt lóðina. En þegar við erum að taka upp deiliskipulagi núna þá erum við að hugsa til framtíðar. Ég get alveg sagt sem svo bara okkur sama núverandi lóðarhafa því við erum að horfa á, hann getur selt lóðina, það getur komið eitthvað annað hana. Við viljum setja skýra skilmála þessa lóð til framtíðar óháð hverjum þeim aðalega sem eru á lóðinu hverju sinni. Og erum við að liðka fyrir lóðarhafa, menn hafa verið með steypustöð umræðu? Nei, alls ekki. Ég get ekki talað fyrir skipulagsráði. Ég get heldur ekki talað hvernig niðurstaða skipulagsráðs verður en þess að það væri óábyrgt þar sem við erum eftir að fjalla málið. En við viljum ekki mengandi starfsemi á svæðinu. Ég hef sagt þetta áður, ég skal segja þetta aftur hérna og skipulagið okkar núna, svo vinna, felst í því hvað telst vera nægileg takmörkun á skipulaginu til þess að íbúar geta sætt sig við það og fyrirtækinu á svæðinu geta lifað við það. Hversu mörg prómil af ryki eða hvernig mælingin í rúmmetir telst fyllilegt. Hversu mikið hávaða má hafa svæðinu við nærliggjandi íbúabyggð. Hvenær þetta eru takmarkanir sem við erum að setja í tillöguna og til umræðu. Og einhvern veginn nær samt umræðan alltaf að hrökkva tilbaka í það ætla að hafa steypustöð. Það bara ekki spurningin sem við erum að svara. Við erum að svara hvers konar starfsemi algjörlega, hvers konar mengun eða hvers konar takmarkanir viljum við setja almennt á starfsemi á svæðinu. Ekki binda, við getum alveg sagt í deiliskipulag, það ekki ætlað til þess að hafa steypustöð á þessari lóð. En ég var að stoppa þar. Það ekki ætlað til að hafa beinmjölsverksmiðju. Það ekki ætlað til þess að hafa þetta og ekki hitt. Það miklu einfaldara að setja bara eitt skipti fyrir allt skýra skilmála sem takmarka mengandi starfsemi. Það það sem við erum að gera. Takk fyrir. Þakka Tryggva Má Ingvarsson fyrir svarin. Orðið laust. Við erum ekki að fleiri kvartir málstofur segi umræðu þennan lið lokið og þakka formannum sérstaklega fyrir sína yfirferð hér á fundinum. Næst á dagskrá, þriðji liður. Já, ég var búin að lofa hlé, við tökum 10 mínútna hlé.